Þá bara býð ég ykkur velkomin á þennan 5. tímsfund Játgerðar. Hann er tekinn upp og sendur út á vikufréttum, annarkvort seinna í dag eða á morgun. Og ég vil byrja á að spyrja Jón Hauk, vinna við varnargarða hækkun á þeim er hafin. Já, það hófst þess að vinna á föstudagsmorgun, það er unnið föstudag, laugardag og frí sunnudag og svo verður unnið núna fram á næsta laugardag og þetta er áformað að þetta sé þessi vika og næsta svona megnu til, getur náttúrulega verið að sé eitthvað snudd síðan eitthvað klapp í maldinu en þetta sé svona þungin í vinnunni. Það klárist þá bara í næstu viku? Já, það er svona verið að plana það, sko, við erum að tala í raun og veru þá 25. október. Það er alveg glimrandi. Þá er það hún Arna í grindinni. Húsið ástandi hjá ykkur í vigtinni, það er eitthvað skemmt hjá ykkur húsið. Hvernig eru næstu skref hjá ykkur? Sko, húsið er ekki skemmt, að við best vitum. Það stendur alveg óhaggað. Þannig að við vitum ekki alveg í hvaða baráttu við eigum að fara, því það er allar forsendur brostnar fyrir reksturinn sem við sáum fyrir okkur í þessu húsnæði. Þannig að við erum búin að fá eitthvað tjónamat og það er frá einhverjum verkfræðingum hvernig á að bora gat í gólfið og frussa einhverju þar niður einhvers konar sem á að halda þá undir sökkulinn þar sem sprungan fer undir húsið. Þannig að það er ótryggt raunverulega undir húsinu? Nei, þeir reikna sem sagt út hvað það muni kosta þá að styrkja undir púðan, en lóðin í rauninni er ekki á þeirra vegum, náttúruhamfaratrygginga þar að segja. Nei, ok. Þannig að við erum svolítið bara í hold, við erum ekkert búin að taka neina ákvörðun í hvaða slag við ætlum eða hvað við viljum. Ég hlustaði reyndar ekki á fundin, ég var erlendis þegar fundurinn var um daginn um skipulagsmálin. En mér skildist nú þar að það væri ekkert útlit fyrir að við fengjum að stækka eða gera bílaplan eða nokkuð í framtíðina þessari lóð. Nei, þannig að það eru ansið þröngar skorðurna núna. Já, en við bara erum rólegar, sko, eins og er allavega. Eru þið þá núna með framleiðsluna bara í grindinni eða? Já. Og erum ekkert í mikilli starfsemi þannig, þetta er svona í algjöru lágmarki, sko. Eitthvað smá netverslun en þetta er ekkert að ráði. Ekkert svipur hjá Sjón eins og það var? Nei. Ok, takk fyrir það, Arna. Eggert, það var kvenfélagið var á miðvikudaginn, frétti ég af niður í Kviku og var að færa bænum gjöf. Þú kannski segir aðeins í stuttu máli frá því? Já, heyrið þið mér? Já, þú ert á ferðinni? Ég er á ferðinni. Já, kvenfélagið gaf okkur spjallbekk sem bara mjög vegleg gjöf af þeirra hálfu. Við ætlum að koma bekknum fyrir, hann var og er að ég held ennþá núna fyrir framan íþróttamannvirki. Og verður þar svona til einhvers lengri tíma. Það var svona hugmyndin að hafa hann allan til að byrja samt niður við Kviku. Og þetta er gefið í tilefni af viku einmannaleikans. Já, það var núna í síðustu viku. Það settum inn áminningu á síðan okkar núna helgina að minna það að það er náttúrulega, þetta er eitthvað sem við þurfum alltaf að hafa í huga og að gera hvetja fólk og eins þá sem að standa fyrir viðburðum í Grindavík að bara minna á það að fólk bjóði hvort öðru með sér og ef einhverju vantar fara þá er alveg örugglega einhver sem getur boðið með sér. Akkúrat. Takk fyrir þetta. Eggert, Skarphéðinn gjörðu svo vel, þú er beðið orðið.
Já, ég ætla bara vegna sem að Arna var að tala um að það eftir því sem ég best veit að þá búið að semja við verktaka að fara í lóðina þarna á horninu, jarðsprungu fyllingar og það næsta verk á dagskrá og fyrsta verk í aðgerðaáætlun 2 og svo í kjölfarið þá yfirborðsfrágangur sem bærinn kemur að og þið vitið af þessu, eða það ekki? Arna, gjör svo vel. Jú, ég hef heyrt af áhuga ákveðisverktaka að taka lóðin í gegn. En höfum við ekkert með það að segja? Vitið þið það? Höfum við eitthvað ákvarðanavald það hvenær og hvernig hefur verið gert? Sprungufyllingin, það verkefni sem er hluti af aðgerðaáætlun 2 og það það var ákveðið að taka núna, man ekki, 4-5 verkefni framfyrir og byrja strax á þeim úr þegar við erum komið með samþykki fyrir því að fara í aðgerðaáætlun 2 að þó að rammasamningsútboð sé í gangi að byrja strax og vera alltaf með einhverja framkvæmdir í gangi og eitt af þeim verkefnum er þessi lóð sem tilheyrir vigtinni og þannig að það sem snýr á okkur er jarðsprungufyllingin og síðan þegar að það búið að þá það lóðarhafi eftir atvikum í samstarfi við bæinn sem fer þá í yfirborðsfrágang. Þannig það ekkert þegar þessi jarðsprungufylling lokið, það þá ekkert til fyrirstöðu að gera þarna bílaplan og ganga lóðina framan og húsnæðið framan? Nei, það á að vera þannig frágangur á lóðinu að setja nótana í kjölfar á þessum viðgerðum. Jón Haukur, þú hefur kannski eitthvað frekar eða Siggi Karls? Siggi Karls, hún búin að biðja orðið þannig að hann kannski hefur einhverju við þetta bæta. Já, ég ætla bara að koma hans inn í þetta. Þetta eins og Skarphéðinn segir, þá þetta eitt af þeim fyrstu verkefnum sem við viljum klára fyrir veturinn og ég var svo búin að heyra í Magga með þennan áhuga okkar að taka þessa lóð í svona forgrunni, bara út af ásýnd og staðsetningun á þessu. Þetta verður þannig að lóðarhafar fá samning þessa viðgerð. Við munum ekki fara í viðgerð nema með samþykki lóðarhafa af því að lóðin verður bara skiluð eftir með toppefni. Hún svo sem bara með toppefni í dag, en ef það væri malbikað eða hellulagt eða slíkt þá væri það náttúrulega ekki bætt og þetta náttúrulega ekki bætt á NTÍ, heldur þetta gert í gegnum þetta sprungufyllingaverkefni sem Grindavíkurnefnd og Vegagerðin og getur bara standa fyrir saman. Þannig að ég held að það kannski svari svona spurningunum. Lóðin verður bara skiluð örugg, það má setja malbik bílastæði hvað sem á henni og hún minntist aðeins á þessi hættumet, þá verið að tala það að við sem ekki fara kannski rífa niður hús og byggja fjölbýlishús eða stærri mannvirki á sömu lóð yfir sprungunni. Þannig að ég held að þið geta alveg nýtt lóðin eins og þið viljið og nýtt mannvirkið eins og þið viljið svona innan einhverja marka. Þannig að þetta ætti ekki að vera mikið verra en það var, ef þetta svarar einhverju. Hvað segir með það, Erna? Þetta náttúrulega jákvætt, ef það á að fara í þetta bara fljótlega. Og gera ykkur kleift að fara að nota húsið. Já, við erum alltaf að nota það. Já, akkurat. Í síðasta vika var náttúrulega svolítið þétt setin hjá bara okkur öllum. Það var mikið fundahöld og margar tilkynningar og bara mikið samtal. Ég ánægð með síðustu viku. Við í Játgerði ásamt fleirum áttum góðan fund með bæði Alþjóðabankanum og síðan náttúrulega þessi opni fundi forsætisráðherra og allra þeirra sem koma að okkar málefnum. Mér finnst þetta jákvætt skref og orð eru til alls fyrst, þannig að ég var bara bjartsýn eftir síðustu viku og mér langar kannski til að spyrja Klöru, hún var með mér á fundinu með Alþjóðabankanum, fannst þér ekki svona bara, ég kom svolítið bjartsýn út af þeim fundi og þú Pétur varst þarna líka. Já, sæl öll. Ég var ótrúlega bjartsýn eftir þetta og
ég skynjaði það þannig að þau væru bara hálf hissa á hversu langt við værum komin. Og mér fannst þetta bara ótrúlega góður fundur og komið miklu jákvæðari út af honum heldur en ég hefði nokkuð tíma trúað. Já, ég sammála því. Já, ég get bara bætt við það að spurningarna sem við fengum og svona svörin sem við gátum gefið þeim, ég fékk svona tilfinninguna að það eina sem við áttum að segja var á ensku what is the problem, sko. Það bara hvað er málið, sko. En við vitum nú betur um það. En það var alveg jákvætt og það sem aðeins við fundin sjálfan, ég veit ekki hvað þú ætlar, ég er ekkert að stela yfir orðinu, það eru 2 punktar, eða 3, bara fyrir það að forsætisráðherra náttúrulega lofar því að vera með okkur í verkefninu. En það Akkurat. 2 punktar svona sem annað sem var sagt á fundinu, sem Örn Þórkullu heldur sagði að eftir mars að þá stendur til að koma með eitthvað annað form. Ekki eins og fólk er reikið út og ég held að það er bara að pressa á það komi skýring á því og hvernig, við vitum að þeir vilja það og það er bara þess fyrsti tíðin bestur þar. Og hitt er samtal sem við áttum við fólk frá Veðurstofunni eftir fund, þar sem að við vorum sammála að framsetningin á hættumatinu er píndur ruglisleg. Og ég án að segja, alveg upp í erminn á þeim, að þá erum við með nokkuð góð vissum að þeir eru að vinna svolítið í að bæta framsetninguna á hættumatinu, sem er ruglingslega því leyti að það var hringur utan svæði sem hafði ekkert að segja sjálfur sér. Heldur eru litirnir á kortinu. Við tókum allt sem sagt um Grindavík, sem lýsing á hættusvæði, en þessi hringur er svona ruglandi svolítið, en það eru litirnir sem skilgreina frekar. Nú er ég kannski aðeins að tala fyrir þeirra hönd, en allavega eru þeir að vinna í því að bæta framsetninguna svo að séum allir að tala um sama máli og það er mjög jákvætt. Já, skiljanlegra fyrir alla sem að koma að þessu og kíkja á þetta. Og sérstaklega fyrir þá sem að þá gera áhættumat í framhaldinu, held ég. Já. Já, ég er sammála því. Mér fannst forsætisráðherra komast vel frá þessu og mér fannst svona fullur vilji til samtals og samvinnu og ég held að það sé öllum til heilla að við gerum þetta í sátt og samlyndi og að sjálfsögðu innan skynsamlegra marka og með öryggi sem að við tölum náttúrulega alltaf fyrir, hann sé númer 1, 2 og 3. Skarphéðinn, hvernig svona, þú áttir náttúrulega kannski öðruvísi fund með raunverulega Alþjóðabankanum og svona ert þú að setja sama skilning í svona þeirra orð eins og við? Að við séum bara komin ótrúlega langt og við þurfum í sjálfu sér ekki fjármagn heldur kannski ýmsar ráðleggingar? Já, þetta var mjög gagnleg vika og fundir með Alþjóðabankunum í síðustu viku og þau hittu fjölmargar aðila og kynntu sér býsna vel þessi verkefni, margbreytilegu verkefni sem eru í Grindavík. Ég held að það sé alveg rétt að þau eru á því að það sé mjög margt sem hefur nú þegar verið gert og viðbrögð á mörgum sviðum hafi tekist vel. Það er hins vegar ýmislegt eftir í endurreisninni og það er viðamikið og stórt verkefni og þannig að núna er þessi heimsókn búin og þau farin heim til sín og muni í kjölfarið eða í kjölfarið munum við eiga í einhverju samtali við þau um það hvernig bankinn getur komið að því að styðja við endurreisn í bænum. Og það mun svona skýrast á allra næstu vikum, en það ég held að sé gagnkvæmur áhugi á því að af því getur orðið og við skynjum ekki annað heldur en í Grindavík væri áhugi í samfélaginu til þess að fá þátttöku úr þessar átt og ég held að við getum bara allir haft gagn af því. Það sé þá fyrst og fremst svona stuðningur og
sérfræðiþekking hvað varðar endurreisn sem að og svona hvernig á að halda utan það og vinna slík mál sem Alþjóðabankinn getur verið að leggja á mörkum inn í þetta. Þannig að en síðan náttúrulega líka þá var farið í gang með þetta samráð í samráðsgáttinni, þetta skjal sem að Grindavíkurnefnd hafði tekið saman og skilað til forsætisráðuneytisins í því skyni að það er lagt fram með þessum hætti og kalla eftir víðtæku samráði og við vonum bara að sem flestir sendi inn og komi með skoðanir, bæði stutt skilaboð eða stærri greinargerðir og ég held að sé mjög mikilvægt að sérstaklega svona samtök og fyrirtæki jafnvel og bara allir þeir sem að hafa áhuga og getur til að sendi inn og reyna að svara þessum spurningum því að þetta er eitthvað sem þarf síðan að móta núna í haust svör við þessu þannig að sé hægt að fara að taka áframhaldandi skref og þetta er alveg klárt að það sem kemur út úr þessu samtali í samráðsgáttinni mun gegna lykilhlutverki að móta það allt saman. Þannig að við gerum allan mikla væntingar til þess. Já, ég vil nú bara hvetja alla Grindvíkinga til þess að fara inn á þetta og svara og að því að okkar rödd verður að heyrast þarna heldur betur. Og það er bara lykilatriði en mér finnst núna svo sem eins og hann Örn Viðar kom inn á fundinum í síðustu viku að það yrði tilbúið eitthvað nú ef að það yrði ekki alveg tilbúið þarna 1. apríl að þá yrði engum hent út eins og hann orðaði það að nú þyrftum við að raunverulega fá einhverja innspýtingu hvað getum við gert til þess að fá fleira fólk til þess að ákvaða sig að koma heim aftur. Hvaða atriði eru það sem eru lykilatriði til þess að fólk stígi þetta skref. Ég veit að þetta verður erfitt skref fyrir marga og stórt skref en þá er það bara spurningin hvernig getum við raunverulega að leitt fólk áfram í að segja okkur hvað það er sem að vantar til þess að það taki þessa ákvörðun. Sólveig, þú kannski hefur verið svona ráðgefandi í endurreisn og það er alltaf einhverju þættir sem þarf að taka saman að hvað fólk vill, hvað fólki finnst þurfa að vera. Er eitthvað augljóst atriði svona í næstu skrefum fyrir okkur til þess að setja á svona oddinn í okkar baráttu? Já, ég er kannski ekki alveg undirbúin að svara þessu akkúrat á þessu augnabliki, en þetta er náttúrulega það sem þú segir, sko, þetta er náttúrulega mikilvæg spurning að spyrja fólk hvað það vill, en það sem ég held sé líka svo mikilvægt, er að skjalfesta hlutina, skilja hvernig hlutinir hafa þróast, og hvar við erum núna og hvaða þættir hafi áhrif á framtíðina, bæði hvað er við vonumst til, hvað er einhver svona sviðsmynd sem við myndum vonast þess að gerðist og hvernig búum við til hana, hvaða sviðsmynd hræðumst við, eða þið, ég er náttúrulega ekki Grindvíkingur, hvaða sviðsmynd hræðumst við og hvað myndi svo atburðarás verða til þess að það gerist, eins og til dæmis það bara þegar hlutinni dragast á langinn, það er náttúrulega leiðir til kannski einhverjar neikvæðrar sviðsmyndar og finna út hvaða þættir þetta eru og en ég legg til að ég fá þessu spurning aftur í næstu viku og verður betur undirbúin. Já, svo sannarlega skal ég spyrja þig aftur. En já, það er svona að tali mínu við fólk að þá einhvern veginn finnst mér svona, það vantar eitthvað.
og þrátt fyrir þessa samninga við Þórköllu þá fjölgar rosalega hægt og það er þá spurningin sko sem ég er að velta fyrir mér, hvað er það sem að fólk hræðist? Við náttúrulega erum alltaf fyrst og fremst að ganga út frá að atburðurinn sé, þú veist, barnafólki er ekki að koma núna, við vitum það. En hvaða þættir eru það sem að myndi kannski flýta fyrir ákvarðanatöku eða hjá fólki? Er einhver sem að myndi? Aðeins bæta við sko hvað samráðið er náttúrulega og samtalið er mikilvægt því að þetta skiptir svo miklu máli. Þetta er ekki svona já og nei spurning. Þetta er eins og hvað ætla hinir að gera? Ef það kemur í ljós að það ætlar enginn að flytja tilbaka, þá ætla ég ekki fara að flytja tilbaka. Ef allir hinir ætla að flytja tilbaka, þá vil ég kannski flytja tilbaka. Þannig að þetta er svona bara dæmi hvað er mikilvægt að fá svona margþætt, hvað ætla bærinn að gera? Hvað ætla Grindavíkurnefnd? Hvað ætla ríkisstjórn? Það er svo margt sem kemur inn í að taka þessi ákvörðun. Þannig við þurfum að finna leið til þess að auðvelda fólki að hafa þessu upplýsingar og geta svo, svona smátt og smátt tekið ákvörðun. Já, takk. Einhverju fleiri sem að myndi vilja svona segja frá sínum þangagangi í þessu? Það náttúrulega margt óljóst. Vantar ekki líka bara fólki að fá að vita, þú veist, ef að segjum bara ég taki ákvörðun það að selja hérna í Njarðvík, ég ætla bara heim til Grindavíkur, hvað ef þetta heldur svo bara áfram næstu árin og ég þarf að búa við rýmingar og svo framvegis, er ekki bara fólk líka hrætt í það að taka ákvörðun að fjárhagslega skuldbindingu og allt það skilur með að fara heim til Grindavíkur. Það, veist, ég held að fólki vanti svör varandi það og einmitt eins og koma inn á áðan með varandi Þórköllu og ég sagði þarna á fundunum, veist, ég er ekki að fara að flytja heim fyrir hálft ár sko. Nei. Við þurfum að fá eitthvað svona lengra fram í tíman og hvað ætlar ríkið að gera fyrir mig ef ég til dæmis bara fer heim, segjum bara ég kaupi húsið mitt aftur eftir ár, hvað ætlar ríkið að gera svo ef það er aftur rýming megum ekki vera þarna í mánuð eða eitthvað, þú veist, erum við með eitthvað backup varandi það, skilur ég held að þetta séu bara fullt af stórum spurningum sem að er örugglega erfitt að svara í dag, sko. Og það er náttúrulega líka landris, fólk óttast það heldur líka. Þannig að ég hef gagnrýnt fréttaflutning og ásýnd bæjarins sem orðin allt önnur heldur en hún var fyrir einhverjum mánuðum síðan og ég held að það þurfi bara að taka góða rispu í þessu líka, sko. Já, svona mitt input. Pétur, gjörðu svo vel. Já, ég sko, maður er bara hættur að koma alltaf jarðfræði fyrir varana, sko. En það sem fólk þarf náttúrulega til að grunnur þessi þarf að vera til staðar. Fyrir utan að vera bara örugg, finna þessi örugg er að það sé húsnæði, eins og við alltaf sagt, og þar Þórkatla að gera betur en þetta sem hún, og það ég held að standi vilji hjá til þess að skýra út hvað ef hér eru öruggt að vera voru næstu árin, akkur fær fólk bara ekki vera í einhverju, hvaða form sem það verður, að það verður það hagstætt form, því að fólk mun ekki held ég vera að koma með eigið tilbaka á næstu 1, 2, 3, 4 árum og ég held að þeir gera sér alveg grein fyrir því. Þannig að þetta er fyrsta atriði, hitt er sér alltaf bara að komast að svona dagurarresturinn fyrir það helsta og síðan að stefna skólahaldi og eins og ég ágætti spjalli við Víðir Einarsson eftir fundin, góða fund sem var að þá nefndi hann pappasa skólastöð í Eyjum og þeir sáu strax að kemur enginn þessi skóli og það voru 3 krakkar í skólanum í byrjun. Þannig að þessar ákvarðanir að gera fólki kleift að vera í húsgögnum sínum til þess tíma sem það vill, geta sótt dagverur og einhver skólaþjónusta eftir atvikum. Það er ekki hægt að byggja neitt ofan á þetta fyrir að þessi þættir eru komnir og þetta held ég svolítið að vera verkefni næstu vikuna með öllum sem að því koma. Takk Pétur. Það er náttúrulega við erum síðan að ganga fram í vantarlega svona þegar fyrir að líða aðeins á og fram yfir áramótina þá fyrir við að líða að kosningabaráttu hjá flokkum. Við veitum svo sem ekkert hvernig það lítur út en þá líka eftir að koma í ljós þessi ákvörðun sem tekin verður varðandi okkar kosningar. Þannig að það mun vera stór þáttur líka í þessu öllu saman. Einar,
hann Pétur var að tala að hann hefði átt gott samstarf spjall við Veðurstofuna. Komið þið eitthvað að þessari skipulagningu og kannski varðandi og kannski Gísli líka. Hafið þið eitthvað verið í sambandi við að skipuleggja þetta og koma að þessari vinnu? Það er margt sem er rætt svona ekki á opinberu vettvangi og ég hitti veðurstofufólki líka upp frá á fundinum og ásamt fleirum og í reglulegu sambandi við og það verður vonandi breyting á og bæði breyting á ásýnd og öðru og meira samráð haft fyrir næsta atburð. Þannig að sú vinna bara í fullum gangi. Já. Gísli, vildi þú með eitthvað bæta við þetta? Við Pétur áttum bara mjög gott samtal við á Veðurstofunni með hættumati þar sem við bentum á því bara hvernig almenningur horfir á hættumatið og svo líka viðbragðsaðilar. Það svona ekki alveg, fólk ekki að horfa á þetta alveg með sömu augum og þau voru bara mjög opin fyrir þessum ábendingum. Og við fengum tölvupóst frá þeim í síðustu viku þar sem að þau eru bara sögðust vera að endurskoða framsetninguna sína á hættumatinu og ég veit búumst bara við því að það komi lítið dagsins ljós muni birtast á morgun þegar að nýtt hættumat verði sett fyrir Grindavík, hvort það sé eitthvað svona öðruvísi framsetning. Takk fyrir það, Gísli. Skarphéðinn, gjörðu svo vel. Já, bara tengt þessu svo sem. Það er áhættumatið, það er gefið út af Grindavíkurnefnd í samstarfi við almannavarnir og lögreglustjórann á Suðurnesjum og það er svo sem verið oft umræða gerð áhættumatsins og það sem að við viljum gera það er að kalla til fundar á þriðjudaginn í næstu viku þar sem að verður farið yfir gerð áhættumatsins og bæði þá verkfræðistofan örugg og síðan þessir aðilar sem að koma að því og ég nefndi áðan og viljum fá þá sem að hafa allan þá sem hafa skoðanir á málinu til þess að fara yfir þetta með okkur og bæði þá upplýsa hvernig verið að vinna þetta en líka til þess að fá fram þessi sjónarmið og ræða þau og bara alveg svo hefur verið að þá hefur áhættumatið þróast og þroskast með þessum atburðum sem hafa verið í gangi í Grindavík og við sjáum fyrir okkur að það haldi bara áfram þannig að allar ábendingar eru vel þegnar til þess að þróa þetta áfram. Þannig að á þriðjudaginn eftir viku í Gjálni klukkan 4. Ok. Og væntanlega einhverjir hér við borðið kallaði til? Já, ég meina ég ger ráð fyrir að í þessum hópi séu margir að helstu áhugamönnum þetta mál. Já, ég veit að nokkrum. Flott þá er einhver svona sem að vil segja eitthvað að lokum. Arna, gjörðu svo vel. Já, þið eru öll svo bjartsýn og ánægð með þennan fund með forsætisráðherra, bara gott mál. En ég hjó í eitt svar frá lögreglustjóranum sem ég þætti gaman að fá svar við. En mig minnir að þú, Guðbjörg, hafi spurt hana út í síðustu rýmingu og aðgengja bænum. Já. Ekki rétt? Já. Jú. Og hún segir þar að á rýmifundi eftir síðasta atburð hafi verið rætt hvort að hugsanlega hefði verið hleypt of snemma inn á svæðið. Já. Og mig langar að vita hvað það þýðir og nú styttist, vonandi ekki, en það styttist að öllum líkindum í næsta atburð og það er lofað samráði og það er lofað samskiptum og bættu þessu og hinu og ég bara drulluspennt fyrir næsta gosi og sjá hvað þetta skila einhverju. En það væri gaman að vita hvað þetta þýðir og hvernig hún ætlar að hvað þetta þýðir fyrir okkur sem störfum hér og búum. Ef henni fannst hleypt og snemma inn á svæði síðast. Akkurat. Einar, gætir þú kannski gengið í þetta mál og kannski spurt hana nánar út í þetta fyrir næsta fund okkar?
sko, ég er nú ekki upplýsingum fulltrúi lögreglustjóra. Nei, ég veit, þú ert svona með beintenginguna af okkar hópi. Já, ég vil svo skemmtilega til, ég nú að hitta hana í fyrramáli, þannig að ég get nú spurt hann eftir, en ég svo sem veit svari, en ég ætla ekki að láta það vaða á þessum fundi, að þetta nú byrt ópepilega. En sko, við skulum samt að við erum alveg með báða fæturnar í jörðinni og væntingarnar í hófi og við erum í tölvuru landrisi og við erum að fara inn í annan atburð og þannig að Margrét mun ekki fara mikið út frá gögnum sem hún fær á borðið. Við þurfum bara öll að passa það og sameinast það að gögnin sem ákvörðunir teknir út frá séu réttar út frá réttum forsendum það síst máli. Ég beri fulla virðingu fyrir hennar ákvörðun hvenær hleypur inn og ekki út frá hennar gögnum sem hún hefur. Þannig að við þurfum að passa það bara að hún taki upplýsta ákvörðun. Heldur betur. Sólveig, gjör svo vel. Já, ég ætlaði að spyrja Skarphéðinn, af því þú varst að segja að það yrði fundur í næstu viku á þriðjudaginn klukkan 4. Maður hefur heyrt það og lesið á þessum Facebook síðum að sumir eru að spyrja af hverju þetta klukkan 4 ef að fólk er að vinna annar staðar og gefa fólki tíma, hvort það kannski mætti vera klukkan 5. Ég ætlaði bara svona að minna á að fólk hefur að spyrja út í þetta sko. Þannig að kannski þið bara skoðið það. Já, ég held að við hefum svo sem heyrt þetta með fundatíman. Þarna eru bara líklega eins mörg sjónarmið eins og fundagestir eru margir. Það og sko hvenær er best að halda á svona fundi. Þessi fundi sem við höfum verið með hafa held ég allir verið klukkan 4. Og líka fundi sem bærinn hefur verið með og það sjónar með að þetta sé þrátt fyrir allt skásti tíminn. Þarna eru einhverjir ennþá í vinnu, aðrir eru lausir úr vinnu. Þessi fundir þeim streymt, þeim hefur öllum verið streymt og fundurinn eftir viku og nú líka streymt og fólk getur þannig tekið þátt í þeim, en ef einhver getur fundið út hvað er besti tími fyrir alla, þá að sjálfsögðu myndum við breyta því, en við teljum þetta að vera skástu tímasetningunum. Ok, takk. Takk fyrir. Ég vil þakka ykkur fyrir. Klukkan er 2 mínútur yfir. Fundatími, þakka ykkur fyrir góðan fund og við sjáumst að viku liðinni. Verið bless. Bless. Takk, bless.